and dream. And don't be afraid the dream's not real. Close your eyes, pretend it's just the two of us again. Make believe this moment's here to stay. Touch me the way you used to do. I know tonight could be all I'll have with you. Someone else instead of me. So tonight, let's fill this memory. For the last time, hold me now. Don't cry, don't say a word, just hold me now. And I will know though we're apart, we'll always be together, forever in love. Come on, Ireland. What do you say when words are not enough? Time will be kind once we're apart. Your tears will have no place in your heart. I wish I could say how much I'll miss you when you're gone. Gott kvöld. Eins og sjá mátti á myndunum sem að tekna voru í kvöld þegar að söngvakeppni sjónvarpsstöðva í Evrópu var í loftinu hér hjá okkur að þá var fátt fólk á götum Reykjavíkur. Við náðum einum sem var að labba í fyrra og ég held að við höfum náð einum líka núna í ár. Það var Hold Me Now frá Írlandi, söngvari Johnny Logan sem að sigraði eins og sennilega allir vita. Það virðist því, samkvæmt myndunum, sem að flestir Íslendingar hafi setið fyrir framan sjónvarpstækin sín eða hlustað á útvarpið á meðan að söngvakeppnin var. Við hér í sjónvarpssal var íslenska dómnefndin og hér hún enn. Suður í Brussel Kolbrún Halldórsdóttir sem að lýsti keppninni fyrir okkur og hún á að vera á línu hjá okkur. Kolbrún, nú lentum við í 16. sæti að 9. Eru menn vonsviknir keppendur íslenskir? Ég ekki búin að hitta það á bæði minn. Ég sit í litlu dúfnaboxi aftast í áhorfendasalnum og horfi hér bara yfir salinn þar sem allir eru enn að fagna. Ljósmyndarar ganga berserksgang og mér líður ágætlega, svolítið vonsvikin sjálf, en ég held að þau hafið ágætt krakkarnir þarna bakvið. Það var mál manna að Halla Margrét og Valgeir hefðu skilað sínu hlutverki með sóma. Sást þú nokkra hnökra á? Ég sá ekki nokkra hnökra. Þau hafa staðið sig hér með stakri prýði. Þetta búið að vera geysilega mikil vinna og álag sem hefur verið á þeim. Og þau hafa staðið undir því öllu af mikilli reisn. Og mér finnst svo gaman að því hvað þau hafa verið vinsæl hér meðal annarra keppenda. Og vænst þykir mér hvað hljómsveitinni hér í Brussel þótti vænt lagi. En Kolbrún, ef að þú hefðir mátt kjósa sjálf, annað en hægt og hljótt, hvað hefðirðu kosið? Ég stend alltaf nálægt þessu öllu til þess að geta tekið afstöðu til þess. Ég hef ekki getað gert það frá því ég heyrði lögin fyrst í rauninni. Nei. Og ennþá síður núna þegar ég er búin að vera að hlusta á þau stanslaust í langan tíma. Já. Þakka þér fyrir Kolbrúnin. Áður en að þú ferð þá bað Markús Örn Antonsson útvarpsstjóri fyrir kveðjur og þakkir til íslensku keppendana og þín suður í Brussel. Þakka þér og vertu sæl, Kolbrún. Takk, kveðjónum kem ég til skila. Já, takk. Eins og ég sagði áðan þá satt íslenska dómnefndin hér í sjónvarpssal á meðan á útsendingunni stóð og formaður dómnefndarinnar var Markús Örn Antonsson útvarpsstjóri. Markús, hér gekk allt snurðulaust. Já, það gerir það. Við erum búin að vera hér frá því í morgun og vorum viðstödd æfingu hér þar sem framfór atkvæðagreiðsla sem var nú fyrirfram ákveðin og við vorum í sambandi við Brussel hádegið og eftir hádegið meðan að þessi æfing fór fram. Þannig að þetta gekk allt hnökralaust þegar á reyndi. Og menn þokkalega ánægðir með hvernig til tókst? Já, ég held það. Er það ekki? Dómnefnd. Ég hygg að svo sé og fyrir okkar hönd, fyrir Íslands hönd, að þá megum við vera ánægð með þessa stórkostlegu frammistöðu okkar ágætu þáttakenda. Og við kannski heppnir að hafa ekki ruglað saman Kýpur og Þýskalandi eins og einn dómnefndarmaður einhvers staðar út í heimi var svo óheppinn að gera. Í dómnefndinni var Oddrún Kristjánsdóttir framkvæmdastjóri.
Ég hafði upphaflega ætlað mér að spyrja þig hvort að þú hefur greitt sigurlaginu atkvæði en það er víst alveg augljóst að þú hefur ekki gert það því að það fekk ekkert atkvæði frá Íslandi. Nei, við vorum ekki neitt sérlega hrifin af laginu. Það fekk að vísu atkvæði en var ekki eitt af 10 efstu hjá okkur. Var gaman að taka þátt í þessari dómnefnd til? Virkilega gaman. Þú getur hugsað að endurtaka það kannski? Nei, ekki alveg strax. Ég get ekki hugsað mér að heyra öll lögin aftur núna, alveg á næstunni. Nei, en ef það væri ný lög? Nei, Nei. held ekki. Ef þú hefði mátt kjósa hægt og hljótt sjálf, hvar hefur þú sett það lag? Veistu það að ég er svo hrifin af þessu lagi, hægt og ljótt, mér fannst það svo frábært. Ég hefði sett það á oddinn, mér fannst það svo einlægt og fallegt og að mér er alveg saman þótt að hafa ekki hlotið fleiri stig, mér fannst þetta svo gott framlag. Það var í fyrsta seti hjá þér? Já. Þakka þér fyrir. Það eru fleiri á símalínu hjá okkur heldur en Kolbrún í Brussel, Ögmundur Jónasson, okkar maður í Kaupmannahöfn. Það er ef til vill fróðlegt að kynnast í hvort aðrar þjóðir fylgist jafn spenntar með og Íslendingar. Ögmundur, hér á Íslandi að þá hafa flest blöð verið nánast uppfull af greinum og myndum af okkar fólki í Brussel. Var þetta eins í Danmörku? Já, þetta skiptist í 2 horn. Annars vegar þá eru það vikublöðin og síðdegisblöðin sem flest eru uppsláttarblöð og þessi blöð hafa gefið keppninni geysilega mikinn gaum. Nú hins vegar eru það dagblöð sem taka hlutina hátíðlegar, svona dagstæðilega og í þeim hefur lítið sem ekkert verið minnst á þessa keppni. Nú sýndum við hér áðan myndir sem voru teknar á meðan á útsendingunni stóð og við fundum einn sem var á ferðinni. Þetta var rétt eins og í fyrra, valla nokkur maður. Var þetta eins í Kaupmannahöfn, sömu viðbrögð þar? Já, mér er sagt að jafnan sé mjög mikið hort á þessa keppni, ekki bara hér í Kaupmannahöfn eða Danmörku, heldur á Norðurlöndum öllum. Og flestir hafa á nefa setið fyrir framann sjónvarpstækið að þessu sinni. En ég held nú að almennt takist fólki furðanlega að halda sínu striki þrátt fyrir sönglegakeppni Evrópu. Og þó að flestir hafi greinilega mjög gaman að keppninni, þá hef ég það á tilfinningun að þetta sé ekki eins yfirþyrmandi og hjá okkur. Því að heima hafa flestir eða allir fjölmiðlar sameinast að gera sem mest úr þessari keppni. Hins vegar var risastór forsíðufrétt í dönsku blaði hér í dag að fréttir frá Brussel hermdu að allir þar væru sammála að danska lagið væri langt best og þá fannst mér ég kanna svolítið við tóninn. Já. Framhald af þessu þá fóru einhverjir að hafa áhyggjur af því ef svo að færi að Danir innu keppnina þá myndi það kosta sitt og menn rifjuðu það upp að keppnin hefði kostað Norðmenn 90 milljónir króna og fréttir eru